Daginn. Velkomin í miðvikuspjall. Miðvikuspjall. Velkomin í miðvikudagsspjall. Miðvikudagsspjall. Já, það er gott að vera mætt. Og fyrir mér er þetta ótrúlega, mér finnst þetta gaman. Og mér finnst þetta er svona ástríð okkar náttúrulega að fá að tala andleg mál út frá því sem við höfum lært og reynt á okkar eigin skinni og kannski miðla til ykkur bara bæði þeir visku sem kannski kemur til okkar og líka okkar eigin lífsreynslu. Já, ég held að bara fyrir mér að finnst þetta líka skemmtilegt en að geta, já, að það sé hægt að hlusta á alls konar upplifanir, skoðanir og finna líka hvað er rétt fyrir okkur sjálf. Og kannski opna nýja vinkla og annað því að það er það sem gerist þegar við komum saman og ræðum saman að því margir upplifa svona eina á þessu ferðalagi að þegar við heyrum og sjáum og erum að hlusta eða lesa og annað, þá kviknar svo oft á alls konar hugmyndum og öðru hjá okkur. Ég ætla að loka glugganum og þú kannski segja hvað er á dögunni hjá okkur næstu dag. Já, við sjáum vonandi fyrir aftan okkur. Það er smá framför frá því síðast. Við erum að opna morgun og það eru komnar upp hillur og nú er bara að fara að stilla upp hillur. Við erum svo sem vanar að stilla upp fljótt og vel. Já, og nú verið þegar við förum á viðburði og annað. Þannig að við rúttum upp öllu í dag og klökkum til að sjá vonandi sem flest á morgun. Já. Kom og fagna með okkur milli klukkan 3 og hálf 6 á morgun. Og við ætlum að bjóða upp á tebolla og kannski súkkulaði og svona eins og fólk er vant hjá okkur. Já, og spjall. Og svo eru þetta að koma og versla eða bara koma og taka og draga sér spil og það er nóg pláss fyrir öll sem að vilja koma. Þannig að við bara hlökkum til að sjá okkur öll þeir sem vilja kíkja á okkur á morgun. Og svo af því að við erum á þessum nýja stað og erum svona, við erum búin að vera setjast í rými þennan síðasta mánuð en við ætlum að byrja að bjóða upp á núna yfirleitt 3. fimmtudag í mánuði. Já, nema þegar þetta er nú einhvern frídag eða eitthvað svoleiðis. Já, að við ætlum að vera með það sem kallast sálarfóður og við ætlum að vera 2 tíma milli 6 og 8 og á kvöldin. Já. Ekki mánuð. Ekki minn tími. Og þá ætlum við að gera alls konar það sem okkur dettur í hug. Það gæti orðið tónheilun, það gæti orðið hugleiðsla, vinna með spil, það gæti orðið námskeið, fyrirlestur, bara alls konar nanniæfingar, bara það sem okkur dettur í hug að gera. Já, og okkur eða teimin okkar. Þannig að við ætlum alltaf að byrja að prófa þetta núna fram á vorið, eins í mánuði og sjá hvernig það reynist. Já. Og svo verður bara, ef vel gengur og þið eru spennt að taka þátt í þessu með okkur, þá höldum við áfram að bjóða upp á þetta. Já, og endilega senda okkur tillögur að efni. Við erum alltaf búin að fá fullt af skemmtilegum tillögum og við erum mikið stóran hugmyndabanka. Já. En það var alveg yfirgnæfandi niðurstaða í kosningum dagsins og þannig að viðfangsefni dagsins er þegar áföll dynja yfir, stór sem smá, er hægt að upplifa ringulreið og margt sem bærist inn í okkur. Hverju er mikilvægt að hlúa að til að komast yfir þennan tíma og komast nær sjálfinu aftur. Kannski til að byrja með að hvernig við skilgreinum áföll er mjög mismunandi og það sem getur kannski verið í mínum huga ekkert sérstaklega traumatískt getur verið virkilega erfitt fyrir einhvern annan. Þannig að við getum aldrei miðað umfang áfalls við einhvern annan eða reynslu einhvers annars. Það er mjög mikilvægt, finnst mér svona að byrja á því að við megum ekki gera lítið úr því hvernig okkur líður varðandi einhverju ákveðnu. Og það sé eitt af því mikilvægast að hafa í huga þegar að hlutir líta hressilega við okkur að við leifum okkur þá að fara í gegnum það og einmitt að þetta var áfall fyrir mér þó þetta hefði ekki verið áfall fyrir þér. Já. Og svo líka bara einmitt mjög gott dæmi þetta er bara börn sem alast upp á sama heimili þar sem kannski eru ofbeldi eða það verður einhvers konar áföll og þau upplifa það mjög ólíkt og muna mjög ólíkt eftir sinni æsku og því sem gekk á. Sem sýnir bara að allt sem við komum með inn í lífið skiptir líka svo miklu máli og bara hvernig við erum sem manneskjur og hvað allt sem á undan hefur gengið og annað.
Og ég get til dæmis nefnt sem dæmi að þegar ég hef farið unnið á mörgum stórum vinnustöðum og farið í gegnum stórar uppsagnir oft. Og fyrsta skiptið þegar þetta er að gerast, áður en það gerist, þá verði ég svo veik að ég hringi mömmu og beði hana að sækja mig af því ég gat ekki keyrt heim. Og svo frétti ég af þessu eftir á. Og svo mæti ég daginn eftir og þá bara hálft heimið farið og við erum komin eitthvað annað og svona og þetta var svona skrítin upplifun. Svo annað skipti sem þetta gerist og þá gerist þetta ítrekað, það vann í banka í hruninu og þá var þetta einhvern veginn svona, það var óþægilegt að vita af því að það væri fullt af fólki að fara og síðan var þetta bara einhvern veginn svona partur af rútínunni. En fyrsta skipti þá greinilega fann ég þetta og verð svona bara fárveik og vakna eftir 3 tíma eða eitthvað og ég bara hress, þá er þetta búið. Þannig að alls konar svona, þegar við erum búin að upplifa sömu hlutin aftur og aftur, þá líka getur þetta orðið, þá venjumst við í rauninni við vinnum í gegnum hlutina, við myndum ofta ákveðið þol fyrir því, en svo eru náttúrulega erfiðir hlutir eins og bara ofbeldi, missa fólk, jafnvel missa vinskap, það getur líka verið mjög erfitt. Þegar maður horfir svona, þegar oft tala áfallasögu og þegar mér fannst ég kannski aldrei hafa upplifað einhver risastór áföll en svo þegar ég fór að skoða mína áfallasögu með þegar ég fór í sálfræðimeðferð og svona. Og þá komst ég að því að ég hafi bara orðið fyrir heilmikið af áföllum og bara til að rekja mína sögu stuttlega og svo getum við kannski tala bara saman hvernig við höfum tekist á við okkar áföll bara frá fæðingu í rauninni þá hafnar faðir minn mér þannig að ég á aldrei neinu raunverulegum tengslum við pabba. Og fyrsta áfallið verður rauninni í móðurkviði þegar að mamma gengur út frá honum þegar að hún bara komið 3 mánuði á leið með mig og það áfall hefur komið í gegn í miðlunum hjá fólki sem ég hef farið til. Þannig að það var fyrsta áfallið. Svo höfnun föðursins og allt sem því tengir og svo náttúrulega það sem fylgdi því held ég svo alla æskuna var þessi gífurlegi ótti að missa mömmu. Af því að ég hafði þegar mist einn og var mjög hrædd að missa einhvern annan og þetta óöryggi sem því fylgir þegar maður er krakki. Það bara eitt foreldri alveg mjög erfitt. Það mjög erfitt og því að allt þitt liggur þar og ég fékk oft martraðir sem barn það að kenna eitthvað fyrir mér. Ég fæ fyrsta taugaáfall mitt þegar ég er 10 ára, þá var ég vitni að því að maður sem reynir að hótar að myrða foreldra mína. Heldur stór grjóti yfir hausnum á mömmunni og hótar að drepa hann og það var á þeim tíma þá var því svolítið sópað undir. Það var aldrei talað um það af því ég var með þér. Þú varst með mér þarna einmitt. Þetta var mjög mikið og ég get náttúrulega ekki ímyndað mér hvernig var að sjá mömmu þína í þessari aðstöðu eða jú, kannski, en alltaf annað að vera ekki í þessum sömu tengslum en það var aldrei talað neitt um það. Nei. Og í dag hefði það verið það vonandi tæklað öðru vísi. Já, ég var náttúrulega með áfallastreitu svo bara í 2 lengi eftir ég vann ekki úr þessu áfalli bara fyrir nokkrum árum síðan en að þá var ég sem barn, ég var svo logandi hrædd við fólk sem var undir áhrifum áfengis til dæmis ef ég heyrði bara opnast áfengisflösku eða dósa eitthvað þá bara fékk ég kvíðakast og það var oft mitt umhverfi þau voru bara svolítið pirruð yfir að ég væri með þetta vesen ef fólk vildi fá sér í glas. Það var ekki beint og ég myndi að segja það var ekki rætt um þetta og þetta var svona og ég held að við eigum rosalega mörg sem eru kannski okkar kynslóð og eldri. Það er spurning, ég held kynslóð fyrir næsta kynslóð eftir okkar sé svolítið öðruvísi þegar við nálgumst þetta aðeins öðruvísi sem foreldrar. En að við eigum rosalega mörg sögur af akkurat svona hlutum sem var ekki talað um. Já, og þótti bara, þú veist, bara hættu þessu vissinni og haltu áfram. Og þar að leiðandi náttúrulega eru þetta áföll sem búa með okkur alla ævi og við erum ekki að vinna úr þeim fyrir á fullorðinsárum og eru kannski ekki átt okkur á því hvaða áhrif þau hafa á okkur. Eins og ég vaknaði upp við það bara fyrir kannski 3 árum síðan að ég var brjáluð út í hana mann sem hafði ætlað að hóta að drepa mömmu og pappa. Ég ætlaði bara að finna hann og ég ætlaði að lesa yfir honum, ég ætlaði að segja honum og ég var alveg bara og ég var síðast bara held ég fyrir þetta þá er bara, nú er komið að þessu, ég bara að finna hann og svo er ég bara, hvað er þetta?
alls konar hluti sem og það, við megum líka ekki gleyma að það eru mörg lög að vinna í gegnum í þessu eins og öðru. Já. Svo var ég náttúrulega sem ungur þar var nánir einstaklingar sem voru í neyslu í kringum mig, ekki foreldrar var ekki kannski sem að bjuggu viðvarandi á heimilinu en komu öðru hverju inn á heimilið og þeir voru í neyslu. Það var erfitt að horfa upp á það. Ég lendi í ílslýsi þegar ég var 18, velti bílnum mínum, það var gífurlegt áfall, lendi svo í öðru bílslýsi upp á 20 þá keyrði ég á fólk sem slasaðist mjög illa, ég var í ofbeldissambandi á svona tíma og þetta er svona raðast þetta bara upp og ég held að við höfum öll svona sögu, það er bara svona alls konar hluti. Það fer enginn í gegnum lífið án þess að það sé alls konar sem kemur. Nei. Það er bara þannig. Við svona sem ungt fólk allavega á þessum tíma þá er ekki mikið verið að tala um þetta, þá er ekki mikið verið að við höfum ekki fyrirmyndir í fólkinu sem eru undan okkur. Að maður sé, að maður eigi að horfa á málun og skoða þau og vita hvað áhrif þau eru að hafa á mann, sko. Þannig að það er ekki fyrir ná fullorðsaldri. En svo kemur kannski, ég myndi segja, kannski stærsta sorgin í mínu lífi voru veikindi mömmu og þar upplifið að mamma veikist að krabbameini, heilakrabbameini sem breytir hennar persónuleika og hennar getu til að lifa sínu lífi á eðlilegan hátt mjög mikið. Og þannig að ég er raunin fyrir aðstöð í 3 ár, syrgja manneskju sem er við hliðina á mér. Getur ekki tjáð sig. Nei, getur illa tjáð sig og það er eitt að þú getur syrgt manneskju þó hún sé á lífi og sé við hliðina á þér. Ég hef líka skilið og þá syrgir maður draumana sína og maður getur syrgt alveg manneskjun sem maður skildi við þó maður hafi alveg viljað skilja við hana. Já, algjörlega. Það er svo margar tegundir af áföllum og sorg sem að við þurfum að takast ábyrgð í gegnum ævinu. Og svo náttúrulega deyr mamma og þá kemur úrvinnslan og þá áttar maður sig á hversu gífurlega aðlögunarhæfni við höfum til að aðlagast aðstæðum sem eru engan veginn eðlilegar fyrir mann. Hvað maður getur setið í áfalli í langan tíma og bara fungerar. Þú gerir ekkert mikið annað en maður bara fungerar. Og það er það sem við gerum, við förum alltaf í gegnum þessa hluti með þeim besta hætti sem við getum hverju sinni. Já. Og ef var eitthvað sem ég hef lært á mínum áföllum er bara að mikilvægi þess að leyfa sér að þegar sorgin kemur, þegar vanlíðanin kemur, þörfin til að gráta, hvar sem þú ert, hvað sem þú ert að gera, að hlusta. Að ekki ýta því fram að segja, ég græt bara seinna. Það heldur bara, því að sorg, eins og yfir missi og öðru slíku, hún getur komið hvenær sem er í rauninni og maður er kannski bara að horfa eitthvað þátt á þriðjudegi og það er ekkert búið að vera sem minni mér neitt á mömmu eða neitt svolítið og svo bara allt í einu fyrir hágráta. Það er bara alltaf að gráta. Það er bara einmitt. Og það er það sem við þurfum svolítið að leyfa okkur að gera er að fara inn í þessar tilfinningar og leyfa þeim að koma upp. Það er úrvinnsla. Því ef við ætlum að fara að þjappa niður, þá setur þetta allt í okkur. En svo náttúrulega þau sem eru í kannski aðstöðu svipaðar og þú sem eru að sinna langveikum börnum eða börnum með sérþarfir. Að ykkar lífi, það hefur verið skrifað þá að gera rannsóknir, ykkar lífi, ykkar streitustig er bara svolítið eins og orustu hermóna á vígvelli. Jú, það er bara þannig. Og ég er náttúrulega á mér alveg langa sögu líka svo sem og farandi bæði gegnum það sem barna að búa við ofbeldi á heimili og alls konar náttúrulega í tengslum við það í gegnum árin sem að hefur komið og það er eitthvað sem tekur bara rosalega langa tíma að vinna í gegnum af því það er alltaf svona nýtt og nýtt að þetta hefur rauninni svona áhrif á alla þætti lífsins og hvernig við verðum, hvernig ég er sem fullorðinn einstaklingur og hvernig ég bregst við öðrum og hvernig ég lifi mínu lífi og svona stórir þættir eins og þetta utan náttúrulega fara í gegnum marga stóra vinnustaði, fara í missi fóstur, það var mjög erfitt. Það var mér mjög erfitt. Og að sumu leyti upplifði ég að það væri ekki eitthvað sem ég ætti að syrgja af því ég gekk svo stutt með það. Og mig ekki trufla heldur gleði annara og allt þetta og svo náttúrulega þetta að foreldrar verða að sjálfsögðu fyrir ákveðnu áfalli þegar börnin þeirra eru ekki í hassanum af því það er alveg eðlilegt að fara í gegnum það að hugsa börnin okkar
eru kannski ekki svona og hinsegin, þau kannski fá ekki upplifa þetta og hitt. En líka það sem að ég hef upplifað þetta að ok, þá þarf ég að setja mig í stellingar til þess að takast á við umhverfið. Það er eitt að fara gegnum lærdómsferli sem fylgir því að eiga barn sem að segir ekki bara já mamma að þú segir fara út með ruslið, en að vita það að þú þarft að fræða allir kringu, þú þarft að takast á við skólakerfið, þú þarft að takast á við bara alls konar í samfélaginu. Bara vankunnátt í öllu kerfinu. Já, og vanmátt einhvern veginn í kerfinu líka. Já, það er bara engin samþykkt þar. Nei. Og það er eitthvað sem að heldur streitustíginu og líka bara þetta sem að ég er búin að heyra svo mikið í kringum mig að náttúrulega fyrsta lagi eins og ég var að segja í morgun, sko 34 mánuðir í bið eftir greiningu þegar þú veist að það er eitthvað sem þarf að skoða. Þú veist kannski hvað þarf að gera fyrir barnið þitt, en það vil enginn hlusta því það er ekki komin bara stimpill frá þessu batteríi, að þá náttúrulega er streitustígi líka gífurlegt á fólki að því það því er ekki mætt, af því það þarf greiningu. Það er stanslaust verið í einhvern veginn viðbragðsstöðu. Því þú ert bæði að vera að bregðast í barninu þínu og þú ert líka að bregðast í kerfinu og að halda áfram að berjast. Það er, held ég, alveg rosalega erfið staða, held ekkert það. Það er bara rosalega stórt streitu, álag á foreldrum yfir höfuð er gríðarlega mikið þegar þau eru í þessari stöðu. Og ég hef alltaf verið ein með mína og skildi rétt eftir ég vissi að ég var ólétt. Þú veist, það var áfall náttúrulega ofan í það, en ég var svo meðvituð það þegar ég var ólétt að vinna eins vel og ég gat í gegnum það til þess að geta notið þess að því ég er meðvituð að áföll á meðgöngu hafa áhrif í gegnum allt lífið. En svo náttúrulega eins og fylgja barni í gegnum það eins og þú þekkir svo vel að hafa ekki föður til staðar og allt þetta, það er heilmikið. Það er rosa erfitt og ég held að það hefur líka haft svona því ég skoða bara ævi mína í gegnum líf mitt að þá hefur þetta að hafa ekki, þó ég hef eignaðist stjúpföður þegar ég var 6 ára eða 5-6 ára sem hefur alltaf reynst mér alveg gífurlega vel og verið mjög góður við mig og ég kalla hann pappa og við hefum gott samband. Það er samt þessi þrá eftir pappa, þessum sem á að vera til staðar eða heimurinn segir að eigi að vera þar. En sko ef við horfum bara á áföll svona þegar þau gerast að þá fyrsta sem gerist er náttúrulega að við fáum bara taugaáfall, það er yfirleitt það sem gerist til að byrja með. Og svo förum við á það sem við köllum svona autopilot og þá er það eina sem að heilin okkar er að hjálpa okkur að gera er að lifa af. Bara hvað þarf ég að gera núna til ég geti lifað af þessa mínútu, þennan klukkutíma, þennan dag. Og það er í rauninni það sem við þurfum að einbeita okkur að bara þegar áfallið dynur á. Það er bara hvað þarf ég akkurat núna. Og stundum, fyrir mig var þetta stundum bara ég þarf bara að fá að anda. Ég þarf bara að muna eftir að anda. Og ég ætla bara að sitja hérna í 5 mínútur og ég ætla bara að finna, ok, ég get andað. Og þegar ég er búin að finna að ég get andað, þá get ég kannski farið að hugsa, get ég borðað? Þannig að það er bara þessi litlu skref inn í þessum aðstæðum og að vera ekki að gera neinar kröfur á sig. En svo erum við líka rosalega góð í því að minn hugur er allavega þannig að þegar áfall dynur yfir, sérstaklega eins og í fjölskyldunni minni þegar mamma veikist, að þá fer ég strax í það bara, ok, það þarf að gera þetta og það þarf að gera þetta og það þarf að gera þetta og ég ætla að passa upp á og ég fer í svona halda utanum allir. Og elsta systkini. Já, það er svolítið þannig. En svo bara, og svo líka, þó að sé rosalega erfitt að muna eftir því inn í miðju áfalli, sérstaklega þetta algjörlega brjóti manni hjarta það sem er að gerast, er að þessi, á morgun verður þetta aðeins betra. Og svo verður þetta aðeins betra eftir það. Og ég vil ekki segja að maður komist nokkuð tíman yfir svona missi og svona lífsreynslu, en maður lærir að lifa með henni og maður lærir kannski að skilja hvað áhrif hún hefur á mann
og að takast á við þá eiginleika í sínu fari til þess að skilja að þetta ekki kjarninn þinn, heldur þetta allt það sem að þú hefur gengið í gegn og reyna allavega, og ég mæli ekki með því í miðju áfalli að vera að reyna eitthvað að finna hver lærdómurinn eða tilgangurinn á að vera með þessu, það bara, nei, það gerir mann bara reiðan og ég reyndi þetta eitthvað þegar mamma var veik að vera eitthvað bara, guð, hvað á ég að vera að læra og svo ég var bara reynd, ég fann engan tilgang í þessu, en eftir á þá sé ég svona alls konar hluti sem að ég lærði, sem við fjölskyldan þurftum að læra og svona, það kannski kemur heldur ekkert fram fyrir að við erum komin í gegn hinum megin. Það alveg eðlilegt og hlutinni þurfa að raðast alltaf upp á nýtt þegar við missum einhvern, hvort sem það að skilnaður eða að við missum einhvern nákominn, þá þarf einhvern veginn alltaf að púslast allt upp á nýtt aftur. Algjörlega. Og við sjáum ekkert endilega í gegnum hlutina fyrir að það orðið svolítið jafnvægi eftir á. En það sem við náttúrulega getum gert einmitt eins og segir bara að leyfa okkur að vera í mínútunni í andartækinu finna svolítið hvað við þurfum og leyfa tilfinningunum að koma upp á yfirborðið. Ef við þurfum að gráta, þá þurfum við bara að gráta. Og líka bara leita okkur hjálp. Já. Mér finnst það mjög mikilvægt að fara til, hvað sem hentar ykkur að fara að hitta prestin ykkar, eða eigi góðan prest eða góðan djákna, nýta ykkur þá þjónustu, fara til sorgaráðgjafa, bara hvað sem þið eruð að glíma við. Fara í heilun eða hvað sem finna hvað það sem að getur hjálpað ykkur og já, mér þótti gott af því að ég missti frænda minn ungan og við vorum náin honum og okkur þótti gott einmitt að fara að tala við prest til bara þetta sorgarferli hann var ekki farinn, hann var mjög veikur, við vissum að það var stutt eftir að bara þekkja ferlið sem að framundan var og leyfa okkur svolítið að fara í gegnum þau skref og einhvern veginn það var ákveðin léttir að vita líka að þetta var allt eðlilegt. Reiðin eðlileg og það fannst mér gott og líka leit bara í það sem að við þurfum hverju sinni. Leyfa fólki að vera til staðar fyrir okkur ef að við erum tilbúin til þess. Eins og segir, leita í heilun, tala við ljósverðarnar, leyfa okkur að biðja hjálp fyrir okkur. Við erum oft svo duglega að biðja hjálp fyrir aðra og vera tilbúin að vera til staðar fyrir aðra. Biðja hjálp fyrir okkur, biðja aðstoð, biðja fólk að koma og sitja hjá okkur ef að áþarf að halda þó það sé ekki nema bara til að þegja sig. Það stundum eina sem maður þarf og við líka sem erum að horfa á fólk sem okkur þykir vænt verða fyrir áföllum að ég veit að fyrsta instinkt hjá okkur alltaf að hjálpa, hvað ég geti hjálpa, hvað ég geti gert, en stundum bara, og þess vegna kannski gerum við ekki neitt því við erum hrædd að gera eitthvað vitlaust. Ég upplifi það mikið í gegnum veikindi mömmu, fólk sem við vorum alveg vissum að yrði til staðar fyrir okkur var það ekki og ég alveg fullviss að það var fyrst og fremst vegna þess að fólk var hikandi og hrætt við að gera að segja eitthvað vitlaust. Og stundum einmitt bara, og þess vegna ég reyna að tileinka mér það alltaf ef ég sé eða finn og verð vitna því að fólk í kringum mig verði fyrir erfið áfalli, að spurja bara, get ég gert eitthvað, hvað þarftu, ég hérna. Ef þú þarft að þegja með mér, ég get komið og setið fyrir utan hurðina hjá þér, bara til að vita að einhver þarna. Það stundum bara þessi litlu hlutir sem að skipta máli. Því við getum ekki lagað sorg eða áfall einhvers annars. Eina sem við getum gert bara að sýna við erum það og við erum til staðar ef fólk þarf á því að halda. Við þurfum alltaf að fara í gegn og mín upplifun oft svolítið að ég fer inn í hausinn á mér og hugurinn kannski fer á fullt. Stundum þarf ég á því að halda einmitt að bara dreifa þessum huga og finna það því að mér finnst orkan mín svona stundum skrepp svolítið saman. Að það sé einhver sem bara á staðnum heldur í mig. Það bara, stundum það nóg. Og það sem við megum heldur ekki, við megum ekki draga úr, það sem hefur hjálpað mér mjög mikið í gegnum erfiða tíma, því að margt hefur dunið á annað en það sem ég talið upp, húmor. Bara svartur, kaldhæðinn húmor
að bara allt í einu að hlæja einhverju sem bara svo eitthvað mikið tabú að hlæja en bara einhvern veginn reyna einhvers staðar að finna eitthvað sem að getur brosað af og það bara þó maður sé ekki nema bara að hlæja sjálfum sér og það líka og líka bara að gera sér grein fyrir því að sorg að við erum að syrgja það sem aldrei var og ég og mamma áttum ýmislegt óuppgert þegar hún fer og mér fannst þegar hún veikist og ég hafði alltaf, svona áður hún veikist alltaf, já við þurfum að vinna í ýmsum hlutum saman og gera ýmislegt, svo þegar hún veikist þá finn ég bara að það hverfur og það skiptir engu máli, nú skiptir bara máli að vera til stað fyrir hann og svo núna, bara fyrst núna, því mamma deyr 2020, nú 25 og fyrst núna ég fann að finna, já ok, nú að koma aftur hlutarnir sem ég fann að ég átti eftir að vinna í að gera upp vegna þess að ég varð bara að leggja á til hliðar og sá engan tilgang með því að vera að grafa þá. Og ég held að það sé bara mikilvægt að finnum hvenær tíminn réttur og það við vitum alltaf, við getum ekkert unnið bara svona 1, 2, 3 í gegnum hlutina. Já, og fólk verður ekkert endilega heilagt eða englar þó það degi, sko. Það hefur samt sína sögu og hefur haft sína áhrif á fólki í kringu sig og það stundum það að já, það má ekki skammast sín fyrir að tala hlutin eins og þau voru. Nei, og svo líka eins og mér skilnaði að þar verið náttúrulega bara og jafnvel þó að ég hef heyrt svo marga ég skildi okkur mér líður svona illa því að ég vildi henni skilna við erum samt sem áður, því að ég var svo sem vildi skilja í mínu tilfelli að maður samt sem áður að fara í sorgarferli að syrgja þá framtíðamynd sem maður hafði byggt sér upp sem maður var staðráðinn í að ná með öllum tiltækum ráðum en svo bara fann maður gata ekki og svo vinskapur og nærvera og ýmislegt svona sem að maður svona draumar sem að maður þarf að syrgja. Það náttúrulega vonandi aldrei allt slæmt heldur en þó við eigum ekki þá samleið með fólki að þá samt alveg eðlilegt að syrgja þetta allt og líða illa og fara í gegnum allt ferli sem því fylgir og það tekur tíma. Það ekkert sem gerist bara á viku eða 2. Þetta lengri tíma verkefni og eins og öll svona stór áföll þetta tekur sinn tíma að vinna í gegnum en að gera mitt að fá hjálp og hjálp með þeim hætti sem að við finnum að henda okkur hvort sem það að fara og tala við eins og þú sagðir sorgarráðgjafa, prest, sálfræðing heilara og bara fara að gera það sem við þurfum. Sérstaklega náttúrulega við erum í þegar aðstöðu að það bara eins og áföllin dynji endalaust á. Það rosalega erfið stað að vera í og mamma var nýgreind og þá tiltölulega nýgreind þegar að tengdasonur minn fyrirfór sér og annar náinn fjölskyldumeðlimur reyndi að fyrirfara sér líka og þetta var eitthvað það dundi bara endalaust á okkur og þá einmitt þá fer maður að vera svolítið reiðuguð og maður vera svona hver tilgangur með þessu öllu saman en þá einmitt svo mikilvægt að muna eftir því að reyna að leita sér einhvers konar samfélagshjálpar eða finna maður ekki einn ég mjög heppin að góða mann og við höfum verið bara mjög góð í að takla þetta saman það ekki allir svo heppnir en flest eigum við einhvern og ef við eigum einhvern þá verðum við bara að leita að einhverjum sem getur hjálpa okkur. Ég leyfi hjartan að vísa okkur þangað til einhvers meðferðaraðila sem getur hjálpa. Og það líka gott að hafa bara svona hlutlausan aðila út í bæ í rauninni til þess að geta líka leita til. Og oft gott að ræða við vini og annað en stundum líka ef við festumst og það gerist líka alveg hjá okkur. Að við erum búin að fara í gegnum erfiða hluti en við getum fest á einhverjum ákveðnum stað í ferlinu að fara í gegnum það. Þá getur verið gott að hafa þennan hlutlausa aðila út í bæ sem getur sagt ok, nú þurfum við að halda áfram. En bara, já. Vinur okkur ekki alltaf tilbúin í það? Nei, vinur, það oft, sérstaklega fólk sem kannski ekki mikið að vinna í sjálfu sér, að maður finnur að þetta bara óþægilegt og þegar maður finnur að mér líði illa nálægt þér óþægilegt að þá sækist ég ekki rosalega mikið í að vera hjá þér og það oft í gegnum svona ferli að maður sér hverjir raun og veru vinum hans og hverjir ekki
Það líka bara dýrmætt að geta sigtað út og það ekki þar með sagt að maður þurfi eitthvað að segja skilið við hína. Maður veit það bara að þetta eitthvað sem maður getur ekki krafið þá og sýnist þetta annars sem maður getur gert. Já. Og það eitt af því sem að gerist og vinskapur alltaf dýrmætur. Já. En svo stundum skilja bara leiðir. Já. Alveg eins og í samböndum, þú veist, öllum samböndum, hvort sem það í vinnu, í rómantísku sambandi eða með vini og því getur alveg fyllt sorg og það alveg eðlilegt. Við höfum greinlega mikið að segja þetta við erum búin að tala í hálftíma. Já. Þetta óvenju langt við upp að spjalla en við vonum bara samt að það gagnist ykkur og að kannski fá okkur til þess aðeins að skoða bara ykkar sögu og ef við ekki byrjuð að vinna í ykkar áföllum og að fá svona skilning á því hvaða áhrif atburðir í ykkar lífi hafa haft á okkur því þeir hafa ennþá áhrif á okkur sem fullorðið fólk ef við höfum ekki unnið í þeim. Og hafa jafnvel alltaf áhrif því að ég fann bara í fyrra það var bara meiri háttar trigger sem að til staðar og ég áttaði mig ekki á og en triggerarnir okkar sem verða bara til staðar en við getum fljótari að tækla þetta. Og þess vegna gott að vinna bara markvisst í gegnum áföllin og átta okkur á eins og segir hvað áhrif það hefur og hvernig þá viðbrögð okkar verða alltaf í dag. Og mín viðbrögð í dag eru allt öðruvísi við áföllum heldur en þau voru í fyrra eða fyrir 5 árum eða hvað þá 10 árum og 20. Já, og líka bara hægt að gera þá kröfu á okkur við einhvern tímann eftir að komast yfir áföll þannig að þau snert okkur ekki lengur. Það bara ómannlegt að ættast til þess áður því að við erum manneskjur með tilfinningar og við erum komin þetta til að þroskast og stundum vont að þroskast, það bara virkilega sárt en við þurfum að fara í gegnum tilfinningarnir partur af því að vera hérna og við höfum rétt á öllum þessum tilfinningum. Já. Og áföllin munu áfram koma, það munu áfram koma áföll þangað til að við kveðjum þessa jarðvist en það sem við getum náttúrulega best gert að undirbúa okkur þannig að við getum tekist á við og það gerum við með því að vinna úr fyrri áföllum okkar því ef við gerum það ekki þá safnast þetta upp og við verðum veik og jafnvel bara veik á sálinni og sum okkar jafnvel ákveða að kveðja þessa jarðvist þannig að það svo mikilvægt að við bara veitum þeim við og athygli og vinnum í þeim. Og leitum okkur aðstæðar. Já. Þetta var mikið að segja. En takk fyrir að fylgja okkur í dag. Og endilega skiljið eftir athugasemdir eða spurningar ef það eitthvað sem ykkur liggur á hjarta. Sjáumst vonandi hér á morgun. Já. Og svo verðum við aftur að skjánum hér eftir viku. Já, takk fyrir í dag.